Góðan daginn og velkomin í samtal eða Halla í beinni. Ég er inn í dag með honum Móla, en þetta er að verða eiginlega besti meiri áhugi á gæludýrum forsetaframbjóðanda heldur en dagskrárefnum þessa dagana. En það er gaman að því, mannlega hliðin er líka eitthvað sem skiptir alla máli. Ég ákvaði að tileinka þetta samtal í dag Suðurlandinu og Vestmannaeyjum. En það eru allir aðrir velkomnir eins og alltaf. Og því ég byrja þá á því að fara eins yfir heimsóknir mínar á Suðurlandi. Það var draumur minn að koma til ykkar allra aftur, en það er þannig að þegar framboðsfrestur rann út og við fórum að verða svona undir dagskrá fjölmiðlasett að það varð erfiðara að koma því við að koma aftur. Ég er enn að vinna því að hafa opinn fund á Selfossi, vonandi þann 20. eða í þeirri viku, allavega vel fyrir kosningar. En þangað til, hvet ég ykkur til að fylgjast með hérna á netinu. Ég fengið að heyra það að fólk er að horfa á þetta ekkert alltaf í beinni heldur oft eftir á og Íslendingar erlendis hafa sérstaklega sendt mér skilaboð og þakka mér fyrir þessi samtöl því að það gerir þeim kleift og líka fólki sem að býr, kannski utan þessara helstu þéttbýlisstaða, tækifæri til þess að kynnast mér og fá að spyrja mig spurninga. Þannig að ég hvet ykkur sem fyrr sendið inn spurningar, hvort sem er einkaskilaboðum eða í athugasemdum undir þessu myndbandi og hvort sem það kemur núna þegar ég tala við ykkur eða seinna þá reyni ég alltaf að bregðast við og svara ykkur heiðarlega á hreinskiptið eins og ég hef gert í öll skiptin hingað til. En aðeins þá að reynslu minni og svona því sem að ég varð nær í ferðalagi okkar á Suðurlandi. En við heimsóttum sérstaklega Selfoss, við fórum til Vestmannaeyja, við stoppuðum í góðu heimboði á Hvolsvelli, við fórum á Kirkjubæjarklaustur og við enduðum ferðina Suðurland á suðausturhorninu á Höfn í Hornafirði þann 1. maí. Þannig að þetta voru síðustu dagarnir í apríl sem að við fórum og heimsóttum sem flesta á þessum stöðum og hefðum viljað koma alls staðar við, en maður þarf aðeins að velja til þess að ná að koma öllu við. Og ég ætla að fá að byrja aðeins að tala Selfoss, en það var afskaplega gaman að koma í heimsókn þangað og við komum reyndar dálítið oft þangað fjölskyldan því að við eigum sumarhús í Grímsnesinu og sækjum þar af leiðandi mikla þjónustu á Selfoss og svo er dóttir okkar í fimleikum og við erum búin að vera margar helgarnar á Selfossi á fimleikamótum og aðrar eins á fótboltamótum með syni okkar. Þannig að ég veit að það er fjörugt og öflugt íþróttalíf á Selfossi og ég veit að krónan á Selfossi þjónar sínum viðskiptavinum vel eins og ég vissum að allir aðrir gera líka. Við borðum gjarnan á Selfossi, allt frá því að vera Dominos pizza í að við borðum á Café Krús og öðrum stöðum, Tryggvaskála og víðar. Þannig að ég lít svona pínulítið á Selfossi minn heimabæ. En í þessari heimsókn fékk ég það einstaka tækifæri að heimsækja lögregluna. Við heimsóttum Önnu Birnu sýslumann, við heimsóttum bæjarskrifstofurnar, við fórum í röraverksmiðjuna Set. Þar fann píparadóttirinn sig aldeilis á heimavelli, var einstaklega gaman að sjá alla það nýsköpun sem fór þar fram og einnig í MS, en við heimsóttum þau líka. En það sem það er margt sem stendur upp úr svona ferð, en það sem að mig langaði kannski sérstaklega að tala var samtalið sem ég átti á lögreglustöðinni morguninn sem að varðaði samtal sem að margir brytja upp á hvert sem ég fer og það er fjölgun ferðamanna og áhrif á störf þess sem að sinna innviðunum okkar. Og meðal annars lögregluembættinu sem hefur nú enn stærri lögsögu og enn meira til að fylgjast með. Og staðreyndin er að slysatíðni hefur aukist með aukningu ferðamanna og þungin í embættinu hefur orðið meiri við það. Og það er alveg ljóst að þarna er fólk að vinna þrekvirki sem að ég vil taka hattinn ofan fyrir en aftur ítreka hversu mikilvægt ég upplifi, eða hversu mikið ég finn fyrir því að það sé mikilvægt að við eigum samtal fjölgun ferðamanna og áhrifum þess á samfélagið okkar, á innviðin okkar, á náttúrun okkar og hvernig við ætlum að takast á við það til lengri tíma litið. Þetta er mikilvægt samtal sem við verðum að eiga. Þetta er ekki bara spurning hvað við ætlum að gera á morgun þó að vissilega þurfum margar skjótar ákvarðanir að koma til þess að við höldum ekki áfram að ganga á allt þetta í okkar samfélagi. En við þurfum að eiga langtíma samtal hvað er eðlileg fjölgun og hvernig förum við að því að hafa skýra stefnu á þessu sviði. Þannig að það var virkilega gaman að koma á Selfoss og ég þakka öllum fyrir hlýjar móttökur og skemmtileg og áhugavert samtöl. Nú, í Vestmannaeyjum var ekki síður gaman. Ég náði að vera 2 daga þar og heimsótti meðal annars skólasystur mína, hana Þjóðhildi og eiginmann hennar Stefán.
En ég heimsótti svo margt gott fólk í Eyjum. Ég komst þó að því að það sem ég hef stundum sagt í góðlátlegu gríni eiginmann minn, að það sé bara einn galli við hann og það sé að hann sé ekki Eyjamaður. Og nú veit ég að Grindvíkingar myndu örugglega stökkva upp á nef sér því að það er svo sannarlega ekkert að því að vera frá Grindavík. En það er bara þannig að þegar ég hef komið til Vestmannaeyja, sem hefur oftast verið vegna þjóðhátíðar, þá hefur mér bara fundið svo gaman að ég hefði alveg viljað að hann væri frá Vestmannaeyjum svo ég gæti alltaf haft góða ástæðu til að koma á þjóðhátíð og heimsækja hvítu tjöldin og syngja í brekkusöng, sem er með því allra skemmtilegasta sem ég geri. En að því sögðu, þá vil ég bara segja að Eyjamenn stóðu svo sannarlega undir þeim krafti sem ég hef alltaf skynjað á þjóðhátíð og íþróttamótum og öðrum heimsóknum í Eyjar. Og það var sérstaklega svona gen eða DNA sem ég uppgötvaði og ég held að Kári ætti hreinlega að skoða og það er erfðafræðin hans Binna í Gröf. Því að það virtust vera endalausir afkomendur frá honum og hans fjölskyldu sem voru að gera ótrúlega hluti í Eyjum. Frá Grími kokk, til Sigga kokks, til skátaforingjas, Frostabróður þeirra, til systur þeirra og sonar þeirra sem eru með slippinn og svo mætti áfram telja. En það kom mér allavega óvart hversu mikið af athafnafólki, frumkvölum og duglugu fólki virtist þarna koma úr einni fjölskyldu. Nú, ég hafði ofsalega gaman að því líka heimsækja eldri borgara í Eyjum og mér er sérstaklega minnistætt að hafa hitt mömmu hans Guðlaugs Sundkappa, hana Möggu, sem ég átti skemmtilegt spjall við. Og líka eldri systur sem voru stuðningskonur mínar og voru, ég átti erfitt með að trúa því. Þær sögðu vera yfir nýrætt en ég trúi því ekki. Ég held að þær hafi nú bara búið þar til. Þær voru svo unglegar og hressar. En það var bara svo mikið af skemmtilegu fólki þar. Og þar vil ég aðeins minnast á að ég veit ekki hvort þetta er rétt ályktun hjá mér en ég upplifði víða allt land, ekki síst í Eyjum og líka á Kirkjubæjarklaustri að þegar ég heimsótti eldri borgara þá báru þessi sérstaklega vel á heimilum eldri borgara út á landi og kannski ekki að endilega betur en á höfuðborgarsvæðinu en voru hamingjusöm og sátt. Og ég held að það sé eitthvað það að tilheyra samfélagi, að tilheyra jafnvel vinum sínum þegar þú ferð og býrð við aðrar aðstæður og jafnvel missir maka og ert að skapa þér félagslíf eftir að vinnu er lokið og svona þessu lífi sem að við lifum sem ekki erum komin þangað. Og það er eitthvað fallegt við það. Þau sögðu mig líka mörg og til dæmis í Vestmannaeyjum að það væri mikið gesti og það væri gott félagslíf og þau báru sig mjög vel og það var uppörvandi og gaman og sömu sögu get ég sagt eldri borgara sem ég heimsótti á Kirkjubæjarklaustri. Nú það var líka gaman að heimsækja vinnslustöðina og heyra af mikilli uppbyggingu þar og bara víða í Vestmannaeyjum var mikill kraftur í fólki. Ferðaþjónustan hefur komið mörg tækifæri og það var svo skemmtileg saga sem ég verð að fá að deila. Að ég var bara á gangi í bænum með eiginmanni mínum og við heimsóttum þar athafnakonu, kíktum þar inn í búð og ég skoðaði maður hún hafði aldrei hitt mig og vissi ekki einu svona af því að ég væri í framboði en eftir stutta stund að þá ákvað hún að styðja framboðið mitt og færa mér skyrtu sem að ég var hrifin af í búðinni og ég ætla bara að segja takk og smart tískuverslun, ég kem aftur þegar ég kem næst og takk fyrir stuðningin, hann er ómetanlegur. Og við fórum líka í sund og svo skelltum við okkur auðvitað á völlinn, það gerir maður í Eyjum. Og að þessu sinni vorum við Þjóðhildur æskuvinkona mín sem einu sinni spiluðum saman með Breiðabliki, saman á vellinum að segja áfram stelpur því að þarna kepptu Breiðablik og IBV. Og þá verði ég að minnast á gærdaginn, úr því ég er bara að tala konur og knattspyrnu, en stelpunar okkar sýndu svona snilldar takta á Laugardalsvellinum í gær á móti Makedóníu. Unnu leikinn 8-0 og ég er bara handviss að þær eru á leiðin á EM og ég var svo stolt og það var svo mikil gleði og það var svo mikil kraftur og þær lásu leikinn svo vel og þær spiluðu svo fallega knattspyrnu að mér langar bara að hvetja ykkur öll til að þó að við séum upptekin að því að strákarnir okkar sé að fara á EM og það er ég sannarlega líka og stolt af þeim. Gleymum ekki stelpunum okkar, þær eru að gera frábæra hluti og eru þvílíkar fyrirmyndir fyrir dætur okkar og allar ungu stelpunar okkar og strákan okkar og þær hafa þegar farið á EM og eru örugglega að fara að gera það aftur. Þannig að ég ætla aðeins að segja bara áfram stelpur eins og við gerðum á vellinum í Vestmannaeyjum. Þannig að ég er örugglega ekki að nefna allt saman en ég vil bara þakka ykkur Eyjamönnum öllum fyrir góða móttökur. Það var gaman að koma til ykkar eins og alltaf
Það eitthvað einstakt við Eyjar og ég vona að ég komi sem fyrst aftur til ykkar, en hvet ykkur endilega til að senda mér spurningar í millitíðinni það sem að brennur á ykkur og það sem þið viljið ræða. Nú á Suðurlandi, bæði á Hvolsvelli og Kirkjubæjarklaustri áttum við skemmtilega fundi í heimahúsum, en á ný rakst ég á skemmtileg verkefni sem eru nýsköpunarlegs eðlis, til dæmis sláturhús sem að stunda aðra og bætta hætti við sláturinn á seglbúðum á klaustri sem var skemmtilegt. Þar ræddum við líka umhverfismálin mikil, en þau brenna á aðilum þar í kring og ástæða til. Og svo mætti lengi áfram telja að fundum mínum á Suðurlandi. Heilt séð hefði ég viljað hitta enn fleiri heldur en færigesta á svo skömmum tíma eins og framboðið en vona að með þessum hætti geti ég verið ykkur aðgengileg. Síðast en ekki síst vil ég segja ykkur frá símtali sem ég fekk frá góðum manni í Hrunamannahreppi sem hringdi í mig núna helgina. Hann hafði ekkert þekkt til mín, en tók upp símann og hafði samband og skilaboðunum var komið til mín og ég hringdi hann tilbaka á sunnudaginn. Og þarna var maður, nýrætt skulum við segja. Ég hélt reyndar að hann væri svona 50, það var svo skelegur og ákveðinn og hafði mikla skoðanir. En hann hafði heyrt samtal við mig í útvarpinu og langaði til þess að biðja mig að koma við hjá sér næst rétti ferð og þiggja frá sér gjöf. Og ég vil bara segja við vin minn í Hrunamannahreppi sem veit hver hann takk fyrir, ég kem með glöðu geði næst þegar ég heimsæki Hrunamannahreppi með vinum mínum, en ég kem mjög ofta á Flúðir og í nágrenni, því þar eigum við marga góða vini og vitum að þar besta veðrið, svo kallað flúðagat, segi ég nú gjarnan við manninn minn sem gerir alltaf jafn mikið grín að því, en ég hef alltaf jafn mikið rétt fyrir mér góða veðrið þar og þar í kring. En þá ætla ég að láta þetta duga af einræðinni og vona að mér sé að berast spurningar, því að mér finnst skemmtilegast að svara því sem að brennur á ykkur. Kannski tvennt sem ég gleymi að segja sem að ég aðeins búin að svona nótera hjá mér. Ég tók eftir því á ferðinni Suðurland, ekki síst í Eyjum var þetta rætt, en reyndar víðar, að það að gerast algengara að ungt fólk sé að velja sér það að búa utan höfuðborgarsvæðisins og skapa sér líf í minna samfélagi. Það sé barnvænna, það sé auðveldara líf, það minna verið að keyra og sækja og það skemmtilegt að tilheyra samfélagi og taka þátt í að byggja þau. Ég held að þetta sé jákvæð þróun fyrir byggðaþróun í landinu og ein af þeim leiðum sem við getum notað til að minnka þá togstreitu sem oft kemur upp, og það hitt umræðuefnið á milli þeirra sem að búa á landsbyggðinni og okkar sem búa á höfuðborginni, sem auðvitað ekki að vera til staðar því að það hagur okkar allra að halda landinu öllu í blómlegri byggð og styðja þannig við þau tækifæri sem meðal annars felast í aukinni ferðaþjónustu. Gaman að fá að segja ykkur aðeins þessa heimsókn mín á Suðurlandið. Ég gæti talað hana lengi en það var virkilega gaman að hitta ykkur öll. En Vigdís, eigum við ekki að fá spurningar? Jú, það eru menntamálin sem að brenna á Sunnlendingum eins og annars staðar á landinu. Hvernig fáið unga fólki okkar aftur heim eftir nám? Já, þetta bara ein af þessum stóru spurningum sem ég held að við Íslendingar eigum öll að spyrja, því að þetta hvort sem að verið að tala að einhver fer frá Vestmannaeyjum til þess að stunda einhverja tegund náms á höfuðborgarsvæðinu og við viljum sjá viðkomandi koma aftur til Eyja, eða við sjáum eftir ungu fólki til útlanda sem hið besta mál til að fara í nám eða öðlast reynslu, þá viljum við skapa þannig samfélag að unga fólki okkar vilji koma aftur heim. Og hvað þetta mál varðar, þá hef ég einkum heyrt ungt fólk tala 3 hluti sem skipta sköpum þá ákvörðun. Það númer 1, að það sé hægt að kaupa og eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Þetta skiptir sköpum þegar fólk að hugsa að koma yfir sig þaki. Og það ekkert allstaðar margir húsnæðiskostir í boði og víða á landsbyggðinni húsnæðisskortur ákveðið vandamál. Svo við tölum nú ekki vextina sem á Íslandi. Við þessu getur forseti kannski ekki margt gert annað en að vekja máls á því hversu mikilvægt að gera hlutina þannig úr garði að ungu fólki sé kleift að eiga öruggt heimili fyrir sig og sína fjölskyldu. Númer 2 eru spennandi atvinnutækifæri og laun sem eru samkeppnishæf við það sem að byðist annars staðar. Nú við þessu getur forseti gert margt vegna þess að forseti getur virkilega verið talsmaður eða talsmanneskja frumkvöðlastarfsemi og nýsköpunar af ýmsum toga, hjálpa til við öflugar og mikilvægar tengingar sem að búa til verðmæti og skapa störf og tækifæri.
og ég vil vera þannig forseti og vil gera gagn og hjálpa til við að það verði til störf og það verði til tækifæri í okkar samfélagi. Nú í þriðja lagi og allra mikilvægast atriðið að andrúmsloftið í samfélaginu sé jákvætt. Og þá skiptir ekki máli hvort að ræða Selfoss, Vestmannaeyjar, Egilsstaði, Akureyri eða bara Ísland. Fólk vill búa í jákvæðu og uppbyggilegu samfélagi þar sem allir fá að njóta sín og allir fá að blómstra. Og þannig samfélagi vil ég að við stöndum saman að því að skapa. Og ég trúi því að við getum gert það. Ég held reyndar að það vanti ekkert á jákvæðnina og dugnafinn allt land þegar að þessu kemur. En það kannski orðræða sem að hefur fengið svolítið að ráða ríkjum í okkar samfélagi allt og lengi, sem orðræða neikvæðni og jafnvel rættni, sem gerir það að verkum og endanum líður mörgum þannig að það sé ekki hægt að horfa björtum augum til framtíðar. En við höfum allt tilefni til, þó að við eigum ekki að gleyma því að við getum dregið lærdóm af fortíðinni og við getum þroskast af fortíðinni og við getum passað að við gerum ekki mistök aftur með sama hætti. Við höldum líklega alltaf áfram mannfólkið að gera mistök, en ef við lærum að þeim, þá eru þau leið til þroska og við eigum ekki að láta þau verða áfellisdómi yfir okkur alla framtíð. Þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir þessa ungu kynslóð okkar að horfa til framtíðar björtum augum og finna fyrir jákvæðni í samfélaginu á ný. Í síðustu kosningum var tíðrætt áskorunni þess að samþætta fjölskyldulíf og krefjandi starf eins og forsetastarfið Það hefur nær ekkert verið rætt núna. Já. Hvernig vilt þú nálgast það? Það frábært að fá þessa spurningu. Ég sammála því að ég mætti ræða margt meira í þessari kosningabaráttu heldur en fortíðina sem að okkur verið stundum of tíðrætt En ég myndi segja í fyrsta lagi langar mig til þess að vera góð fyrirmynd. Ég hef kannski ekkert alltaf verið það. Ég hef alltaf unnið mikið og sett vinnuna stundum ofar fjölskyldulífinu. En batnandi manni best að lifa og ég alltaf að reyna að verða betri í þessu. Og það mín upplifun að það skipti unga fólki okkar ekki síst máli að vita það að þú getur sinnt krefjandi verkefnum og sinnt fjölskyldunni að það þurfi ekki að velja á milli að setja að gera bæði. Mín aðferð til þess að gera það hefur byggst á því að vera sveigjanleg. Ég til dæmis ekkert með mjög skýr mörk á milli vinnu og einkalífs alltaf. Og ég ekkert endilega stolt af því en ég passa mig að gefa góðan tíma fyrir bæði. Ég veit að starf forseta mjög krefjandi og ég veit að það öll fjölskyldan sem tekur þátt í því verði maður forseti. Þannig að ég ræddi það lengi við mína fjölskyldu til þess að tryggja að þau gerðu sér grein fyrir því og væri tilbúin í það og fékk stuðning vera allra við það. Og þau sögðu í rauninni, hvað ertu að tala mamma? Hvað breytist? Það hefur alltaf verið svona líf hjá okkur. Við fáum alltaf mikið erlendum gestum. Þú ert alltaf mikið erlendis. En samt erum við alltaf góð fjölskylda og förum af og til í sumarbústaðinn og eigum okkar gæðastundir og borðum alltaf þegar við getum kvöldmatt saman. Og oft eru gestir með okkur í kvöldmatt. Þannig að sonur minn og dóttir sögðu þetta breytir engu. Við erum ekki alveg að skilja okkur og við þurfum að ræða þetta. Ég veit ekki hvort að ég ná að vera nógu góð fyrirmynd í því að hafa jafnvægi milli vinnu og einkalífs, en ég allavega að reyna að vinna betur að því ég held að leiðtogar eigi ekki að segja að vinnan sé allt, þó að vissulega sé það mjög krefjandi embætti að fara í að vera forseti Íslands og ég hef alltaf unnið þannig að ég óttast það ekki. Lopapeysa eða flíspeysa? Bæði, já bæði og lopapeysan á þjóðhátíð og flíspeysan í svona útivinnu í garðinum. Hvoru tveggja hefur sinn tilgang. Nei, ég allavega ekki búin að ákveða það ennþá en mér dauðlangar. Ég hef ótrúlega gaman af tónlist, allri tegund tónlistar. Þannig að ég ekki alveg búin að ákveða það ennþá. Ég veit að það ansi þétt dagskrá þessa helgi hjá mér. Þannig að ef ég kem því mögulega við, þá það bara góð hugmynd, veitir, það ekki? Getum við ekki rétt að koma til við? Það myndi sannarlega gleðja mig að fá að fara á Secret Solstice og njóta góðrar tónlistar. En þá það spurningu frá greinileikum í ferðaþjónustunni, ekki bestu tjaldstæðin á Suðurlandi? Jú, sannarlega. Ég hef verið mjög víða á tjaldstæðum og við erum búin að eiga tjaldvagn og fellihýsi og stoppuðum áður við fórum í hjólhýsið eins og maðurinn minn sagði. En við ferðumst afskaplega mikið, sérstaklega þegar börnin voru yngri og erum búin að vera á endalausum íþróttamótum meðal annars með þeim. Eftir að við fengum okkur sumarbústað sem gerðist nú bara fyrir skömmu síðan,
að þá höfum við ekki gert eins mikið af því. En ég ætla að nefna til dæmis eitt stað sem ég held mjög mikið upp á og það eru Hellishólar. Ekki allir sem þekkja það tjaldstæði en það er alveg frábært. Að öðrum ólöstuðum. En svo er Kirkjubæjarklaustur, þaðan sem að föður fjölskylda mannsins mín sig frá og við eigum margt gott skyldfólk og tengdafólk, afskaplega fallegt tjaldstæði, líklega eitt af fegursta á landinu. Og síðasta spurningin, hún er búin að vera í rúma 20 mínútur, ertu meðlimur í 12-unni? Ég er ekki meðlimur í 12-unni, en takk fyrir að spyrja, ég er kona sem hef áhuga á knattspyrnu og ég tilheyri óformlegum félagsskap kvenna sem við nefndum í Amsterdam þegar Ísland keppti við Holland, 10-una. Og það var svona bæði til þess að hafa gaman af og smá mótvægi kannski við 12-una, en þetta voru konur sem hefðu áhuga á knattspyrnu og glöddust yfir því, en við vorum líka cirka 10% áhanganda á torginu þann daginn. Og ég vona nú að það verði jafnari hlutföll bæði á kvennaleikjum og karlaleikjum í framtíðinni því að við eigum að segja áfram strákar og áfram stelpur, við eigum að segja áfram 12-an og við eigum að segja áfram 10-an og hvet aðrar áhuga sem konur knattspyrnu að svona leyfa sér að tilheyra þessum óformlega félagsskap 10-urnar sem eru konur sem hafa gaman af knattspyrnu, bæði með stelpunum okkar og með strákunum okkar. Var þetta síðasta spurning? Þetta var síðasta spurning. Já, þá ætla ég bara að segja við ykkur á Suðurlandi, hvort sem þið njótið veðursins sem að núna leikur við okkur á landan eða farið að horfa á EM hér heima eða heiman, áfram Ísland. Og munum, þetta er svona síðasta sem ég langar að segja í dag, munum að bæði karla og kvennalandsliðin okkar náðu afburða árangri, ekki bara vegna þess að við byggðum yfirbyggða velli, þó það hafi vissulega verið mikilvægt, heldur vegna þess að okkur lánaðist að velja þjálfara eða leiðtoga fyrir þessi knattspyrnulið sem horfðu á þá hluti sem virkilega skipta máli, sem að leggja grunn að liðsvinnunni á grunni góðra gilda, horfa til framtíðar, setja sér markmið og leggja svo hart að sig við að ná þeim. Og það gerðist eitthvað við liðseldina þegar að þessi þjálfarar fóru að vinna svona og árangurinn lét ekki standa á sér þó hann tæki auðvitað eitthvað tíma. Þannig að ég held að það sé svona leyndarmálið á bakvið árangur landsliðan okkar og ég held að það geti verið leyndarmálið á bakvið bjarta framtíð Íslendinga að við sameinumst að vinna og vera dugleg á grunni góðra gilda og horfa til framtíðar með metnaðarfull markmið á ný. Þannig að ég segi bara áfram Ísland. Takk í dag.